Dóttor fútból heilsar frá húsi fótboltans við fögnum í dag degi nýs sameiginlegs liðs kvenna og kvára og erum því með Naflan og Eið Smára Kópavogsbúana 2 Eiður auðvitað úr Álfatunnu og hvað ert þú? Vatnsendanum. Þú ert úr Vatnsendanum? Já. Heldur betur og ég veit að fólk af Vatnsendanum það saknar en Auðuns Blöndals. Já, það gerir það. Við vorum hann saman í Álfkonukvarunu og það var auðvitað mikið lyftistöng fyrir okkur í Vatnsendanum að hafa hann í Álfkonukvarunu. Eiður, þekkirðu Naflan? Sko, já, hann hefur tekið við mig 1 og 1 viðtal og hérna, svo skils mér og hann hafi verið að skottast eitthvað heima hjá mér á yngri árum. Já, við Svenni erum þetta góða vinnur og... Þú gleymir ekki þessum? Nei. held ég, heldur betur, hérna, treyja fyrir þig, hafa treyja, hérna, Nafli og þetta eru enska boltanum, þannig að við vonum bara að sé eitthvað í þess að treyja mark frá Eiði Smára. Það eina sem þú þarft að delivera. Er mark frá Eiði Smára og þessari hapatreyju og við skulum fá liðið og strákar þið verða að vera klárir á YouTube fyrir mig til þess að geta sýnt markið. Túborg, tölum boltan fram að því. Hvað er þetta? Hvað ertu með? Ég er með. Þetta er eitthvað sérstakt lið. Þetta er Coventry. Coventry, eigum við mark með, hjá Eiði með Coventry. Hefur skorað á móti Coventry? Já, ég hef gert það. Já, strákar finna. Það er klárt, ok, YouTube er náttúrulega... Það var að betri gerinni minnum mig. Það var að betri gerinni, má ég sjá hér. Má ég sjá hérna er að Eiður... Já. Er þetta Magnús Hedman í markinu? Gæti verið. Já. Ég mun eftir öllu markvæðu sem ég skoraði fremmi, það er ekki hægt. Það held ég, Dóttor fútból, já það vegum alltaf, þetta er í Worthington Cup sem að var þá deildabikarinn og gott mál, er þetta á Rico Arena Highfield Road, er þetta Rico Arena? Rico Arena held ég. Nýju völlurinn? Já, ég held að, hvað er þetta, 2002? Eitthvað svo leiðis á bíla. Þessu gamall er maður, já. Það held ég 2000 segja mínir menn að þetta sé árið er 2000 þarna. Dóttor fútból og Síminn Pay er að leita að góðri fótbolta minningu. Það er að segja, ef þú átt fallega bólamynd af þér með leikmanni og ég er ekki að leita að mynda okkur með Ronaldo eða Messi eiginlega því ruglari sem myndin er því betra. Ég var einu skemmtilega. Já, þú átt eina skemmtilega. Ég er að tala til dæmis eins og ef þú átt myndað með til dæmis Frank Sinclair eða Jody Morris. Er ég á einu sem er kannski skemmtilegt að segja frá. Ég pappi var að spila í Belgíu og það var svona úrslitaleikur á móti Club Brugge hverjir eru meistarar og pappi og þeir eru meistarar og ég og mamma erum að bíða eftir pappa. Þá labba Ronny Rosenthal. Wow. Og ég bara, mamma, ég verði að fá myndina á Það er ekki séns að ég finni þessa mynd. Ég var bara 7-8 ára eða eitthvað. Mér varst Ronny Rosenthal, það var aðalmálið. Það var hárið og svona sem hefur heillaði heldur betur. Sko naflin á mynd af sér með konurreindar sem að var, þetta er frægmynd. Hér erum við stödd á ferum við staddur á stanum Phoenix. Labbar þessi kona inn. En hún er við stóra á OnlyFans og heitir Ava Nox. Þetta er eina alls skemmtilegasta mynd sem að ég hef tekið á mínum langa myndatökuferli. Já, þessi var helviti góð og það var létt yfir henni hérna. Það skiptir ekki öllu máli hvað hún gerir. Nei, það er aukaðatrið. Nei, en hún er allavega á OnlyFans og einhverju svolítið. Já, þetta eru tvö showbusiness. Þú lætur hún að líta vel út og þetta er ennþá mínu uppáhaldsmynd. Pay með Dóttor fútból og við ætlum að senda eitthvað til útlanda sem er skemmtilegustu myndina og já, mynd af Ronny Rosenthal er mjög líklegt til þess að vinna þetta allt saman. Dóttor fútból er að vinna í að rífa upp bústa, svona testan og allt slíkt, æfði í morgun og ég er að nota Sheelan Jeet. Ástæðan fyrir ég öskra þegar að ég dropsetta er til að láta fólk vita að, þú veist, ég sé að minnka þyngdina. Það er svona kalla ég dropset. Já. Ég taka trísep, kalla dropset, þannig að það er konu sem er að horfa í hotnið, viti ég sé að minnka þyngdina. Þú veist, Eiður náttúrulega, við lyftum náttúrulega saman, Eiður, á sínum tíma, gerðum frábært móti í kimminu. Þú öskraði þess meira en ég. Já, það þarf að láta þetta fyrir því, herði. Dominos með Dóttor fútból eins og alltaf og Dominos er núna með Ostober og ég minni á það að sjálfsögðu, það er ostapítsurnar frá þeim.
Við erum alltaf með spurningar áður en að við förum í þetta allt saman og spurningin hún með tölvutek og spurningin svo hljóðandi. Barcelona og Real Madrid hafa mæst alls 261 sinni. Hversu mörg hafa jafnteflin verið? Ég spyr þig nafli og ég ætla að fá eið til að segja undir eða yfir. Já. Hvað heldur að, sko, þetta margir leikir? 261 leikur. Já. Og hvað heldur að jafnteflin hafa verið mörg? Ég ætla að segja... Hvað heldur þú? Þetta spurningi með tölvutek og fyrir þá sem ætla að kaupa fallegan þurrkara fyrir frúna, fyrir jólin, þá fæst hann í tölvutek aldrei mig veg. Ég ætla að segja 58 jafntefli. 58 jafntefli. Ætla að segja meira eða minna? Vil segja minna. Það hárrétt. Það minna. Það bara 52 jafntefli og það með ólíkindum að Real hefur unnið 105 og Barcelona 104. Þetta gæti bara ekki verið jafnara og þetta á sunnudaginn á live í sjónvarpsstöðinni sem færir okkur þennan leik og verður gaman að fylgjast með þessu öllu saman. Við ætlum að vera í þessum takti því að Doktorfútból hefur alltaf haft þessa reglu að þegar það El Clasico þá ég alltaf með fyrir leikmann Barcelona eða Real Madrid í stúdíónu og það klikkar ekkit í ár frekar en og í dag það 2 sko, naflin í þessari hæð sem að hann í þessari Xavi Iniesta Já en við ætlum að power eitthvað allt saman með Dynout og þar getur keypt gjafabréfin, mæli með að fyrirtæki kaupið þetta gjafabréfin og þú nýtur þess að fara út að borða fyrir gjafabréfið. Ég ætla að fá Eðsmára til þess að power eitthvað 5 bestu leikmennina sem að spila með hjá Barcelona. Þetta margir af bestu leikmennum sinnar kynslóður, öll gullkynslóð spánar þarna og út allan heim. Hver 50 besti leikmennir sem þú spilaði með hjá Barcelona? Þessi ekkert að auðveldar ekki. Nei, ég get ímyndað mér kannski hver númer 1 og svona, en hver alltaf að setja? Getum við ekki byrjað bara númer 1? Byrjum á númer 1, jú. Já, það er auðveldar að síðan að koma fyrir 5. leikmann. Ok, númer 1. Messi. Já, Messi. Já, ég svo sem það er ekkert að ræða það. Þú ert þarna inn á vellinum þegar hann hleypur með boltann á 2007. Já, og það er góð myndina að þú heldur bara haus, bara hérna. Já, þetta voru bara ósjálfráð viðbröð. Ég bara, hvað ég að horfa á hérna? Svo þurfti ég nú að minna mig að fara að fagna með honum. Eða þú veist, með liðinu. Já, þetta var ótrúlegt. Það er lítið gott. Þetta var ekkert hérna ég man mjög, þetta vorið 2007 og er þetta ekki byggarnum á móti Getafe eða eitthvað? Já, þú heyri Getafe. Númer 2 Ronaldinho. Já, sem náttúrulega langbesti leikmaður í heimi, hann á þarna sko, svona hans hæsti punktur helviti hár. Já, toppurinn. Já. Komst ekkert mikið herra. Nei. Var hann bestur í heimi alltaf og bara heimsmeistari og vann allt í rauninni. Sko ef hann hefði haft eitthvað svona til að máta sig við eins og Messi hafði Ronaldo til að keppa vantaði ekki Ronaldinho til svona, við sko við, þeir eru svona óvinir Messi og Ronaldo, eða svona, við sko við þeir íta hvora öðrum alltaf ofar kannski Ronaldinho og það var engin til að challenge hann. Nei, ég held að hann hefði nú samt sem áður bara að fara á ströndina og Notið lífsins sko. Skemmtilegu maður. Já, bara geggja að vera í kringum hann og alltaf brosandi og það svona maður þurfti stundum bara að segja nei ekki í dag ekki í dag, manjana. Númer 3, hvernig þetta setja hana, þetta er náttúrulega mjög ekki áttum á því hversu erfitt þetta er margir að bestu. Já, þetta er í fljótu bræði bara í Iniesta. Já, Iniesta, já. Bara nánast eins og ballir inn á vellinum. Það var svo mjúkt allt og labbaði fram í mönnum og svona eina sem hann vantaði var kannski að skora fleiri mörk en hann var alltaf sá sem að byggði upp eða var ekki hann, þá var það næsti maður á lista sem er Xavi, það er ekki hægt að tala um Iniesta og þess að setja Xavi með honum. Er þetta hraustir menn? Nei, ekkert sérstaklega. Nei. Þú fer ekkert með þá í stríð. Nei. Þá velur þú fyrir eitthvað Jæja Túri eða Carlos Puyol. En Librir, það verður að vikirast. Já, fljótur að hugsa.
virkilega, þeir líka búin að sjá þetta allt fyrir löngu áðurinn í fáboltan. Já. Þannig Það er svona helsti styrkleika þeirra, sko. Þeir eru þarna, eru þið saman í 3 og 4 eða? Það er valla, þú veist, þú talar þá, Já. það er eins og sé tvíbura, það verður alltaf að minnast á hinn líka. Hver er númer 5? Já, einn óvæntan sem fekk nú aldrei svona sitt kredit hjá Barcelona en gerði það síðan þegar leið á ferlinn. Það er ekki alveg samgætt ef ég ætti að segja bara, þá er ég að sleppa 1-2 og þá er ég að sleppa Jæja Túri og ég er að sleppa alls konar menn. En Thiago Motta, það var leikmaður. En hann átti svolítið erfitt með, hann var ungur þegar hann var í Barcelona og fannst hann alltaf vanta einhvers konar virðingu utanfrá. Fekk smá svona kritík fyrir lifnaðarhætti og aðeins að eldast við Brasilíumenn og mikið, náttúrulega Brasilíumaður þó hann hafi verið með ítalskan passa. En sá að góður. Frábær leikmaður. Þú ert þarna í Barcelona þegar að kannski mesta undrabarn í sögu Spánar. Ég held að þetta komi kannski einhverjum óvart. En Bojan Krikic, hann á einhver svona met í yngri flokka fótbolta á Spáni sem að hann bara skora bara 200 mörk í 14 leikjum og eitthvað. Þú veist, hann átti að verða einhvers konar ofur. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Jú, hann kemur inn í aðalið bara 17 ára og byrjar að skora og það er náttúrulega það er svo erfitt þegar þú ert svona ungur og kemur inn með svona svaka sprengingu að athyglin verður svo rosaleg og hvað þá í kringu Barcelona og á Spáni. Þannig ég held að það hefði bara orðið aðeins svo mikið fyrir hann. Hann hefur talað um það sjálfur í dag, hann bara réði ekki við þetta og fekk mikla athygli og fann fyrir kvíða og bara svona fór aðeins inn í skélina frekar en að geta tekið á móti þessu öllu. Það er enga veginn honum að kenna. Þetta er svona svolítið umhverfun að kenna og allir þessari pressu sem fylgir að því að svo leið og hann var ekki búin að skora segjum ári eftir í 5-6 leikjum og þá var þetta bara bóla sem sprakk og allt það og þá þarf hann að vera að hlusta á það og díla við það líka meðan að liðinu gekk ekkert frábærlega. En, þú veist, algjör markaskorari. Heldur betur. Og ég sá nefnilega áhugaverða heimildamyndum hennan strák og það var mjög áhugavert að sjá þetta. Ég vissi ekki að hann hefði verið svona einhver ofur krakki og svona það sem við myndum kalla undrabarn. Þú ert náttúrulega svona ákveðið undrabarn á sínum tíma og svona þekkir þetta er svolítið skemmtilegt törma að vera undrabarn. Já, en á Valsvöllunum voru kannski 140 manns meðan það er ekki nema 98 á Núkamp þegar Krikic en þú veist svona allt þetta umtal þú veist hvernig átt að díla við þetta maður bara fór upp í Breiðholt og það letur mann allir í friði hann gæti ekki labba götunar. Já, ég meina þú veist fólkið sem byrjaði að fylgjast með 10 ára á tómmótunum þannig að það vissi allan að fótbolta heimurinn í Íslandi að rót sé að hann ég stóðst allavega alla þessa pressu stóðst alla þessa pressu sem á þeim var lagt. Nafni, hver er þinn uppáhalds Barcelona leikmaður? Vá, ef við tökum náttúrulega þessi náttúrulega verið í Barcelona. Þú veist að ekki vera ég er samt ég var alltaf mikill Pújól-maður. Pújól? Harðhaus. Svo þetta skemmti ekki fyrir að Viktor Valdés kom aðeins í Manchester United. Góð markmaður. Já. Það er heldur betur, hann var óeppinn, hann sleit krossband, hann ætlaði að taka sömu leið og Eiður og fara til Monaco. Já. Það slítur hann að krossband og eitthvað, en það er svona riðlar öllum hans ferli þarna undir lokin. Hann var búinn að skrifa undir. Já, greiði kallinn. Ég er búinn að samþykja að fara til Monaco. Já. Svo slítur hann krossband bara 2 mánuðum áður. Já, mjög óeppinn kallinn. Annars er ekkert gaman í Monaco. Já, það er rólegt í Monaco allavega. Það er ótt að segja það. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að fara í Smash eða Pass og núna er Eiður sem sagt eigandi og ræður öllu hjá Barcelona. Smash eða Pass er sjálfsögð norska namið og ég ætla að byrja þetta á fyrsta Smash eða Passinu. Myndirðu taka Erling Haaland í Barcelona? Smash eða Pass? Algjör smash. Já, það verður ekki meira að Erling Haaland 7. Bukayo Saka, myndirðu taka hann í Barcelona? Ég myndi alveg taka hann, ég myndi ekki vita hvað ég ætti að spila hann. Nei. Ekki vart með Jamal og Rafinha og... Nei. En það mætti vera einn af þessum kötturum sem er róterað í bikarleikjum og svona. Já, Copa del Rey. Já. Það var oft þannig fyndi í gamla daga, þegar maður fylgist mjög náið með þegar þú varst þarna að bara keppnis og Copa del Rey
maður bara ofta veltaði fyrir sig sko, bara dreigi einhverstaðar inn á klósetti eða maður var alltaf að reyna að finna einhverju upplýsingar keppnina eða hvenær ætti að draga og svona, það er gott að sýta minnst á byggkjöfna. Ekki bara Spáni heldur, bara í öllum öðrum löndum, það er kannski að því við erum tengdar í enska boltanum, að þá finnst okkur FA byggarinn, sem er náttúrulega bara stærsti byggarinn í sögu fótboltans, þá er ekki alveg sama tilfinningin. Nei. Og það er nú búið að breyta því núna, en þetta voru oft 2 leikir, heim og heimann í svona móti ykkur aðstæðanlegum liðum sko. Þannig að þið þurftuð að gera það. Fyrir mér næsta leikmann Matthijs de Ligt, smass eða pass. Hefur ekki verið að fengja smiðunum öndahöfnu? Jú, en í þessum eina leik á Anfield búið að vera forrétt að fengja smiðunum. Nei, þarf ekki á honum að halda í Barcelona. Ok, smass eða pass Nicolò Barella, er þetta bara pæling? Ég ætla að vitna þess í Guardiola þegar fyrir svona 10-15 árum þá var alltaf verið að tala að Jack Wilshere væri svona típiskur Barcelona leikmaður og var það, náttúrulega lítill lipur og svona hraðbreytingar og eitthvað, ekki ósvipað þessum. Þá sagði Guardiola, já, við erum með 100 svona bara í klúbnum líka við sko, þannig að það er bara ekki pláss fyrir svona menn, við erum með næsta Xavi Iniesta, við erum með næsta sko. Næsta Iniesta, þetta er gaman. Þannig að það er til daldið á svona leikmannum að það. Já, það er eitthvað. Mér er svo gaman að tala pressuna sem fylgir að þjálfa Barcelona, það var af því að Pep elskaði að þjálfa Manchester City, hann segi ég má tapa hérna, það elskar með allir. Bara, en í Barcelona þá er ég bara tekinn og bara getinn. Er þetta meiri pressa en nokkuð starf annars þar í heiminum? Já, fólk skilur ekki þegar við töpum eða áttum lélegan leik. Hvernig er þetta hægt? Það er svo bara registrir ekki. Þannig að það er, jú, þetta var eiginlega mun stærra heldur en ég meiri sé að bjóst við. Ég var hjá Chelsea með Róman og nýbúin að vinna deildina og Mourinho og það fylgdi því ágætis pressa. En ég held að stóru murinn sé sá að í London ertu náttúrulega með Chelsea, Arsenal, þú ert með Tottenham og aðra svona klúbba á sama svæði. Barcelona, þá er bara stóri bróðurinn sem er Barcelona. Svo ertu með Espanyol, það er bara svona, skiptir ekki máli. Þannig að er alltaf þessi keppni móti Real Madrid. Þannig að það er einblind svo mikið, sko, íþróttablöðin hérna í Katalóníu, það eru svona 20 síður af Barcelona alveg frá A-liðinu niður í 7. flokk kvenna, það er bara fjallað allt og svo eru svona síðustu 2 blaðsíðuna, það er Espanyol sko. Þannig að þetta er alveg líka. Og svona 10 útvarpsþættir, bara daglega. Gjamma allan daginn. Doctor Fútbol er España todos los días. Doctor Fútbolista. Það sem að ég einhvern tíðan var stungtíðan partur á samræðum það sem að var verið að ræða sko að var einhvern svona mögulega kannski eitthvað foreldravesin á Íslandi að þau væru ágengir á hliðarlínu og stikt. Þá held ég að þú hefur sagt svona þið ættu að sjá foreldrabarna hjá Barcelona því að þú veist ef það er komin trú á okkur 9-10 ára að geta eitthvað þá fer alltaf svona pínu yfirsnúning. Já, Spánverjar geta verið mjög harðórir. Og foreldrar líka á hliðarlínunni, það er oft það fyrir eftir í svona hvernig maður orða við getum blóta hérna og sagt eins ljót orðu við viljum og fólki myndi bara virkilega blöskra á Spáni er þetta bara normið það er bara, þú veist, hijo de puta, það er bara hórusonur það er bara svona, þú veist þú getur sagt það í djókin annars sko. En hérna á Íslandi við gerum það ekki við bara tölum ekki svona sem er að fallega við okkur. Það er þetta rétt, við skulum ekki temja ykkur þetta. Þeir eru svona brútal á hliðarlínunni og svona í því sem þeir segja. Já, getur verið það. Geta verið harðir þarna. En við ætlum að færa okkur hérna heim aðeins. Dr. Fútbol notar Sony sjónvarpinn og nú er 98 tóman. Það er komið það er fyrir þá sem taka boltan alvarlega. 98 tóman frá Ofar sem selur sjónvarpstækin. Ólafur Ingi, ég held ég standi upp og syngi 0-0 fyrsti leikur í gær á móti besta liði Finnlands, Kups sem eru efstir þar í landi
Sko, eða þú varst auðvitað að ferðast heim eftir að hafa verið þarna úti, þannig að nafnblind þú út sérfræðingum inn í þessum leik. Ég meina, varst jánað með Breiðablik í þessum leik? Bara frábærlega og bara spilaði þetta virkilega vel, voru bara óöfnir í fyrri hálfleik líka, þú veist, auðvitað eiga skot í stöng í blábyrju leiks og síðan fá Blikandi 2 bara góð færi í fyrri hálfleik til að skora, Davíð Ingvars og Davíð Ingvars og ekki Tobias Thompson sem kicksar hann hana. Já. Og fara með 0-0 í hálfleik og síðan auðvitað fá þeir þetta rándýra víti. Sem bara höskuldur klikkar á. Mér langar að sína það eitt hérna því að fyrir þá sem er að horfa okkur á YouTube ég sá það strax að markmaðurum var farin af línni og ég held að vera bara svona automatik að vera önnur vítaspyrna tekin. Þú sér þér að markmaðurinn að því ég er að sína hérna á YouTube núna myndina að hann er farin af línni og það er ekki þetta að og ég held bara að þó skjótu framhjá þá meir ekki fara á línni. Þetta víti, hvað kostaði þetta marga milljónir? Þetta eru tæplega 40 milljónir 60 milljónir tæplega fyrir sigur og 20 fyrir jafntefli, tefnilega. Já, þannig að þetta er 40 milljónar víti sem að, þú veist, ef þetta er fyrir inn, þá kannski mögulega fengið 40 milljónar meira. Já, og rundið vil ekki bara blóðut fyrir allar þessa fjárfestingu sem Blikar tóku. Þetta var stór ákvörðun að reka Dóra og ráða Óla Inga, fjárhagslega. Þannig að þetta var, og hún hefði heldur betur átti rétt á sér, hefði þetta mark staðið. Já, heldur betur. Ég meina, Eiður, þegar þú tekur svona við liði á mánudegi og ert með leik á fimmtudegi, hvað getur þú kennt? Eða hvað getur þú sýnt? Eða hverju getur þú breytt? Það er ekkert mikið sem hún gerir. Nei. Þú þarf bara þinn tíma sem þjálfari, bara eins og allir. En jú, þú reynir alltaf að koma inn bara með ferskan blæ inn í hópinn og einbeita sér að verkefninu. Ég held að Óli hafi ekkert verið að hrófla við miklu, kannski 1-2 áherslubreitingar. Því ef þú gerir á margar, þá getur þú farið að rugla í mönnum á mikið og látið óhugsa þannig að þetta bara kannski 1-2 atriði og svo bara ekki vona það. Þetta er auðvitað lið sem að sko þeir mjög lágu mörgum í þessi 3 mánuði síðan að Blikarnir héldu síðast hreinu. Anton Ari þurfti ekki að verja skoti í leiknum þannig að það var fullt af jákvæðum punktum í þessu öllu saman fyrir Blikana. Já, það er auðvitað dýrt þetta víta klúður en eins og ég segi, ég vil meina að hafa átt að taka það aftur þó að það sé náttúrulega mjög langsótt eins og margt af því sem maður er að predika. En svona heilt yfir þá var þetta ágætis leikur. Ég meina þegar ekki með nýr þjálfari, mann stengt hérna nýr þjálfari labbi niður og hann bara svona strax kveikir öllu, bara einhvern veginn á miður tímabili, bara klikk. Þú veist þetta alltaf svo góð liðum og sjálfna skiptum þjálfari þar? Já, ekki á miður tímabili. Nei. Ég hef lent í mjög skrýtnum atriðum, það sem í Gríklandi til dæmis, það sem að þjálfari var rekinn og leið og hann labba út úr klefunum þá kom næsti þjálfari inn bakdyrnar það tók ekki langa tíma við vorum að kveðja einn og næsti var bara mættur með ræðuna Nei, ég man ekki eftir eitthvað svona það er alltaf í þjálfaraskiptum og sérstaklega fyrstu dagana, fyrstu vikunar þá fara menn svolítið upp á tætnar og í Belgíu kallaði þetta the shock effect það sem að nú þurfum við að gera eitthvað drastist til að fá menn aftur upp var þetta það, ég veit ekki, ég veit svo sem ekkert hvað er að gera þarna í Kópavoginum en Ólafur er bara, hann hefur sagt það sjálfur hann verður bara að láta verkinn tala og ég er full að trúa honum, bara gera góð hluti. Þú þekkir náttúrulega líka bara sjálfur að koma inn sem þjálfari á miður tímabili og það, ég svo ef að Gauði Þórð að koma á sínum tíma miður tímabili þá var þetta, já leikmennir þeir eru ekki í formi og það tekur tíma, ég þarf að vinna þess lengur með þennan hóp, það er just að sá sem maður undan var ekki alveg, það svona yfirleitt var að algengt að menn fóri þetta að liðið var ekki formi eða annað slíkt hér á Íslandi í það minnsta? Já, ég minnst alltaf svona auðveld afsökun sko að vera að tala menn sig ekki í formi það er kannski svona fyrsta árið sem að ég kem inn með FH þá reyndi ég bara svona aðeins að stimpla mínar áherslur og reyna bara að fá aðeins meiri ferskleika en það er ekkert með formi á leikmennum að gera það er ekkert verið með þú veist maður vill aldrei heldur vanvirða það sem að þjálfarinn sem var áður hefur lagt upp með og gert en þú vilt kannski bara leggja þínar áherslubreitingar á lið. Það er einhver ástæða fyrir að þú ert mættur þarna í staðinn. Akkurat. Ég man hvaða frasa Eiður notaði þegar hann tók fyrsta leik, ég tók viðtölum fyrsta leik þegar hann tók við FH á miðju tímabili. Varlega. Hann var með við kemur þetta ekki hingað með eitthvað töfrasprota. Nei, það var töfrasprota. Já, töfrasprota. Já, líka, ég held ég hafi nú sagt að ég væri nú ekki að taka við einhverju þrotabúi, sko. Það var þarna bara öll umgjörð, félagið og leikmenn á þeim tíma bara besta aldri og með virkilega gott lið, þannig að það var þannig, sko. Heldur betur og þetta voru fín úrslit hjá Blikunum þannig lað en auðvitað mjög svekkjandi að hafa ekki unnið þennan leik
skulum færa okkur hins vegar heim. Já, því að í Vestmannaeyjum Dóttar fútból að sjálfsögðu með Steypustöðinni og það stór leikur. Það stór leikur að já, það heill bikar undir. Það að sjálfsögðu úrslitaleikurinn forsetabikarinn sem neðra playoffið. Það IBVF á móti KA. Ég get róa mannskapinu og sagt frá því að forsetabikarinn mættur til Eyja, medaljurnar og allur pakkin. Og til þess að setja ekstra krydd í þennan leik þá hann klukkan 12 í hádeginu. Já, það svo bara... menn sé ekki að hella í sig allan daginn og gera allt vitlaust. Þá var lögreglan í Vestmannaeyjum ákvað að flýta leiknum til 12. Já. Þannig að það verði ekki orðið, þannig að sjóði ekki allt upp úr fyrir leik. Já, bara sé betur fyrir segi ég nú bara. Við þekkjum þetta úr Bretlandi, Eiður. Hvernig fílaður þetta kick-off? 12:30? Ég fannst það fínt. Já. Og sérstaklega þegar maður vinnur, þá er maður bara búin með sitt og getur hort á og fylgst með úrslitum í hinuleikjanum. En þú veist, svona þetta klukkan 3, það var æðislegt. Þú hefur nægan tíma, þú veist, það svolítið skrítið að vera að lóta sig að pasta kannski, þú veist, klukkan 9 á morgnin til. Þú vaknar ekki endilega og langar bara í carbonara af því að þú ert að karblóta fyrir leikinn, sko. Þannig að það var kannski, þá meira bara havragrautur eða eitthvað. Manstu þetta besta hádegisleik sem þú spilað? Nei. Ég man eftir. Ég var á Ellinu. Það var Manchester United Chelsea 3-0. Já, var það? Það var hádegisleikur. Já, var þetta. Já. Þar þurftum við að rífa okkur upp eftir erfiða nótt. Fínt þar. Það var helviti leikur hjá þér. Ég var að þessuna sem að lögreglan í Manchester sett hann svona. Já, það var þessuna sem þú sett. Vissi að ég var í. Það voru ekki bara tengja eins og það kallast. Jú, mér var svona eins og það kallast vist, en það var ansi svona vaskleg framganga hjá þér og skorar þarna gott mark í þeim leik og laðir upp. Og við vorum bara miklu betri. Þetta var spilað snemma og ég hef oft heyrt svona leikmenn tala og þjálfarum með þessar líkamsklukku og annars slíkt að þessi erfitt þessi leikir og svona atmosfýrið hjá krátinu aðeins síðra. Já, menn það ábygglega einn upp í stúku sem átti erfitt kvöldið áður. Já, þannig að við allavega létum það hafa okkur en þetta verið gaman að fylgjast með þessu. Það úrslitaleikurinn í forsetabikarnum. Já, förum í áfram og við ætlum að fara vestur á Firði. Landlagsinn fyrst og svo allt hitt. Já, við byrjum alla vikur og endur þær á landlags, hvað sem bleikja eða lagsinn sjálfur. Vestri KR, margir hafa áhyggjur af veðrinu. Það engar áhyggjur af veðrinu að hafa fyrir vestan. Það verður solid 1 gráða eins og við viljum hafa þetta. Þér líður oft best í kringum frostmark. Já, og í myrkri. Frosti og myrkri, þar ég bestur. Þar naflinn bestur. Sko, þú væntanlega ekkert í að fara til Rússlands og spila eitthvað -10 eða eitthvað. Já. Þú þekkir þetta alveg. Ég held ég að minnst að í einhverju þætti. Í Moskvu. Já. Það var svona Rocky 4 moment, sko. Það kalt. Það allt undir hjá báðum þessum liðum. Og þetta bara hið íslenska Bayern München KR, sigursæsti klúbbur Íslands, mögulega á leiðinni niður. Hvað Eiður? Hvað heldur að gerist? Það búið að tala síðasta séns hjá KR. Þetta algjörlega síðasti séns. Ég held að það hefði gert mikið náttúrulega fyrir að hafa haldið sér í þessu og í þessari stöðu aftur á móti að fara í úrslitaleik þangað hefðu fáir kosi, held ég. Já, heldur betur. Hvað heldur samt að gera? Ég held að verði allt vitlaust og ég held að verði allavega 1 ef ekki 2 rauðspjöld. Já. Og KR hafi þetta á endanum. Ok, rauðspjöld? Það vera þjálfarar, það vera leikmenn, það mun allt sjóðu upp úr. Já, eða þá það bara ömulegt 0-0 og KR hellur. Já. Svo KR búin að fylla rútu, þeir ætla að gista held ég á Flateyri held ég. Það mikið af KR sem verða mættir þarna. Þeir unnu síðasta leik, var fyrsti sigur þeirra í langan tíma, 2-1 sigur á Vestmannaeyingum. Á meðan að Jón Þór hefur gert jafntefli í báðum leikjunum sínum fyrir vestra og þetta var feikilega mikilvægt jöfnumark sem þeir fengu þarna inn alveg í lok leiks. Vandamálið við vestra að þeir geta ekki skorað.
Káringar hafa skorað 2 sinnum fleiri mörk en Vestri, það að segja þeir eru með 50 mörk gegn 25. Það er rosalegt að falla, kannski skora 50 og eitthvað mörk í 27 leikjum nafli. Já, það er bara heila hönnu hört á íslenska boltanum. Já. En gæti haft eitthvað með að gera þeir búin að fá þessi 61. Mögulega. En ég minna að sjá líka, þú veist, eins og með Vestri er ekki búin að vinna fótboltaleik síðan 20. ágúst, 1-0 sigur mútið Val og að fara í þennan úrslita leik á menn, vitum við, sigurinn nærir. Jón Þór hefur aldrei tapað með. Tveir leikir og aldrei tapað. Nei, en hafa ekki unnið þegar að fara í þennan úrslita leik. En ég held líka að þetta snýst svolítið spennustuð í Óskari. Ef hann mætir ógeðslega tens og stressaður og svona, þá gæti þetta fara illa fyrir káringa. Hann bara að fara að njóta þess, þetta bara spennandi, þetta skemmtilegt. Já, en þú veist það hvernig, ég getur rétt ímyndaður hvað, að maður sé stressaður fyrir þessu leik. Já. Þannig að ég held að hvernig menn verið gýraðir bara hliðalínu og hvernig liðið einhvern veginn verið stilt, bara munum sjá það örgulega stemma í leiknum. Eiður, bara, svona bara, þegar þú hugsaði þetta í smásnut, bara hvað 1x eða 2? Ég segi 2. Það er Káur sigur. Það er þetta fyrir leikmaður Káur. Já, ég meina Káringa, þeir svona hjálpuður eitthvað á síðan fyrirfættum. Jú, bara full virðing þar. Og því miður, við berum mikla virðingu fyrir vestarmönnum og þeir í rauninni sko hefur sett þetta tíðanbil upp fyrir þá, fyrir mótið. Þið vinni bikarinn og farið í úrslitaleik í síðustu umferð. Hefur menn ekki tekið því? Jú, ég held að það sé engin spurning að menn hefðu... Ég er ekki vissum að Káringar hefðu tekið þessu fyrir móts. Þeir eru að fara að keppa, þeir eru bara á Vestfirði í mínusgráður mögulega að reyna að halda ykkur í deildinni. Já, þetta verður mjög spennandi. Hinn leikurinn í þessu öllu saman er leikur Aftureldingar og Skagamanna. Samkvæmt Epic þá eru Afturelding líklegri. Ég er ekki alveg sammála því en það verður áhvert að sjá þetta Afturelding bara verður þá treyst á jafntefli og það er of langsótt til að fara að ræða það. Þeir þurfa bara að klára sitt og vona það besta fyrir vestan. Fara í úrslitaleikinn Evrópukeppni með Happy Hydrate, nýtt bragð á leiðinni. Dr. Fútból einbeitir sér hins vegar 100% að kreatínu og er komin í 15 grömm af kreatínu á dag og er að þykkjast all verulega. Úrslitaleikurinn er á milli Stjörnunar og Breiðabliks. Stjarnan eiginlega þorði ekki að vinna á mánudagskvöldið. Þeir mættu frömmurum og einhvern veginn þorði ekki að sleppa handbremsunni. Ég skil það alveg. Þeir hugsa, þetta er Breiðablik, við getum ekki tapað með meir en einu marki á mótiðum, hugsaði kannski. En Eiður er ekki þægilegt að fara svona inn í leik og vita og megið tapa með einu. Þá bara svona, jú, þetta er alltaf lagi. Tapa með einu gott. Það er aldrei þægilegt Við skulum bara tapa með einu í dag. Jú, þetta er alltaf ákjásaleg staða fyrir Stjörnuna og í rauninni ættu bara að taka á móti pressunni sem að Breiðablik ætlar að setja á það væntanlega frá fyrstu mínútu og það hefur hentað Stjörnuna ágætlega. Þeir eru náttúrulega með ágætis hraða fram á við og spila svona í skyndisóknum hefur hentað þeim ágætlega. En titringur sem verður eða lendir 1-0 undir, þá vil maður sjá hvernig liðið reaktar. Ég sem þjálfari myndi alltaf fara í leikin og segja, við erum ekkert að spila upp og við viljum að vinna. Það er eini möguleikin. Hætta að hugsa hitt. Er þetta ekki svona pínlítið þó að þetta séu þetta allt annar heimur eins og bara eins og þú náttúrulega spila endalösa Evrópuleiki. Þú veist, þú ert 1-0 yfir eftir fyrir leik eða eitthvað slíkt, mættur kannski til að verja eitthvað, þú veist, og svona, þú veist, ég veit svo sem ekkert hvað ég er að segja en þú veist það er oft talað um á sínum tíma 1-0 heimasigur í fyrsta leiknum og það er bara perfekt. Það er bara út, situr aðeins tilbaka, skorar út í vallamarkið sem er náttúrulega búið að stróka út núna. Það var þægilegt. Það var kósí. En þarna getur Stjarnan kannski leyft sér að fara aðeins tilbaka og breykað á blikana á sundag. Hvar ætlað þú að setja penningin þarna? Í það sem ég held að sé fyrir gerst, ég held að Breiðablik vinni þennan leik. Jökli hefur gengið bölvanlega gegn Blikunum frá hann tók 1 við liðinu. Hann er búin að vinna 1 leik af síðustu 7, bara af 7 tilraunum gegn Breiðablik. Og ég held að Blikarnir taki þennan leik, hvort þið ná að vinna með 2 mörkum að meira, veit ég ekki. En ég hugsa að
þeir munu vinna þann leik. Hver Blikarnir? Já. Það var bara, einhvers sem segir mig það, ég mikill talsmaður New Manager Bounce og við myndum að sé talsmaður New Manager Bounce já, ég veði aldrei gegn New Manager Bounce við verðum ekki bara að taka upp á því Sean Dice í gær já, ég fór ekki að veðja gegn því ég að segja það, þetta virkar hjá Robin og sjáum auðvitað, Óli Ingi búin að taka fyrsta stíg Breiðabliks sambandsdeildinni taka til í varnarleiknum já, heldur betur, það hárrétt hjá þér skoðum restir á leikinu með kjarnafæði já ótrúlegar senur fyrir utan heima hjá mér í gær þegar ég og naflinn hentum niður gamla grillinu mínu af sölunum sko ef að þetta hefði verið tekið upp á vídeo það hefði þetta verið mest væral vídeo allra tíma því að við komumst að því í miðri aðtöfna naflinn var of lítill til að ná þessu yfir handrið og úr varð eitthvað mesta komedía seinna ára ég held að þú værir ekki standandi hérna núna Eiður þú er hlegið svo mikið að þú séð þetta en niður fór grillið heldur betur fór grillið niður og við bara óskum eftir upptökum og örgismyndalum í hverfinu allavega þá það restin af leikjunum og þetta auðvitað Víkingur og Valur kannski það verður að tala að þinn gamli landsliðsfyrirliði Eiður Hermann Hreiðarsson kannski eitthvað nýtt að frétta núna það er nú alltaf eitthvað að gerast sem mögulega að taka við Val Já, það ekki bara flott? Jú, ég held að það sé bara ég, svo sem veit hann var hjá HK stóð sér vel þar og það var voru væntingarnir ekki aðeins hærri hjá HK heldur 4. sæti Jú, bara alveg klálega en við fórum í úrslitaleikinn og þegar þjálfara HK leyfa mér að dreyma þá er ég alltaf sáttur já, ég hef viljað meira mér þú ert kröfuharðar já, ég skal keyra hann upp á Hlíðarenda ef að Valur borgar okkur fyrir hann ég alveg til í það og taka túfa með mér þá tilbaka þú vilt túfa í HK? Já og fá börnunars með hörku leikmann pakki fjölskyldupakki þetta er fjölskyldupakki Eiður hefur þú verið rætt við þig valsstarfið? Nei ok, ég hef svo sem búin að spyrja já, ég meina, það er margir sem vilja fá því val já, ég veit ekki ég verð bara að trúa þér já, þú verður bara að trúa mér það er mjög margir sem vilja fá því val og það er svona maður bjóst alveg við því að þeir myndu reyna en allavega þetta hljómar eins og Chris Brassell og já, þetta Hermann Hreiðarsson sé að taka vel liðinu síðasti leikur Túfa ef markam á já, bara allt sem það heyrir þá er hann gegn Víkingum á laugardaginn klukkan 16:15 FH tekur móti Fram þar sem að Heimir Guðjónsson er kvaddur og svo það þannig að það er nú ennþá eftir að kynna Jóa Kalla inn þetta er Jóa Kalli nafli? Já þetta er, já en ég meina já, síðan er verið að kveðja Björn Daníel líka já það en FH-ingarnir þeir hljóta nú að taka eina leik fyrir Heimi og Björn og síðan kynnar Jónis Karl bara næstu dögum já, er þetta gert að virðingu við Heimi að tilkynna ekki nýja þjálfara eða snýst þetta eitthvað þá úti eða? Þeir ekki líka bara þeir eru svo einhvern veginn, ég held að sé svo að reyna að passa sig svo mikið að skilja vel við Heimi eftir hvernig það fór síðast og það sattu þetta mikið í mörgum félagsmönnum og ég held að þeir hafi gert vel núna hvernig þeir lokuðu sem með Heimi núna frekar í síðast og ætla að sé ekki snýst ekki bara eitthvað það einmitt, það er máli þetta er svona samskipti í fótbolta þetta er svona trikki dæmi Eiður, ég meina við sáum að nú er Sigur Egill sem er leikjæsti leikmaður Sögu Vals svona fekk bara eitthvað messengerspjall blessaði vinur tölum fallið það sunnudaginn bless þetta var skrítið dæmi sko þú veist en er ekki fótbolti bara það brútal business að stundum er þetta bara búið einhvern veginn og hann færði ekkit eitthvað þú veist, pabbiðin fekk sannir landsleik hann eitthvað fá sig mann eftir sem fekk það landsleik Birkir Kristins og Rúnar heima mot Ítalíu það er bara drauma kveðjuleikur leikmanns það er bara þannig ég veit ekkert þetta mál nema bara það sem að les sjálfsögðu eftir og ég er nokkuð við sem að félagið muni gera það líka er að heiðra leikmann sem er búin að vera þarna í 13 ár eða 13 ár í meistaraflokki meira að segja þannig að auðvitað á hann sína virðingu skilið og veist sko, þetta er ákveðin skilnaður þegar kannski leikmaður vill vera áfram en félagi við erum ekki alveg þú veist að fara þá leið það er ákveðin skilnaður og þá bara hver sagði hvað og hvernig og eitthvað það er bara eins og þú veist hver er ástæðan
þarft að fá hana, útkomin alltaf svo sama sko. Já, þetta brutal business þessi fótbolti, ég meina þegar þau voru meistari með Chelsea 2006, vissur þá þeir voru að taka við titlinum og þeir voru að þakka ykkar fólki á að vera að kveðja þetta? Já, ég vissi það og þá var ég búin að eiga spjalli við Mourinho en eins og maður lesin í þetta á þess að vita eitthvað þá virðist þjálfarinn ekki vera mikið inn í ákvörðunartökum hvað var þar næsta tímabil en það eru að sjá það væntanlega gerast að þeir að taka nýja þjálfara. Er það þannig að í dag eru þjálfarar ekki að sjá leikmannamál? Er þetta engungu orðið einhverju svona fyrir ofan þá? Eða Nei, það held ég ekki. Nei. Og ég held að það séu fáir þjálfarar hefði haldið sem að koma inn í eitthvað starf og fá ekki síðan að ráða öllu. Ég held að sé frekar á hinbógin að þá kemur bara ekkert. Eða öllu, innan gæsalappa öllu. En ég ætla að fá sem þjálfari, ætla ég að fá að taka mínar ákvarðanir og standa og falla með þeim. Því að ef þú ert þjálfari, þá ert eiginlega bara eins og aðstoðarþjálfari. Já. Þá ertu bara að þjálfa liðið en færi ekki að taka stóra ákvarðanir, hvort sem það með leikmannakaup eða selja eða liðs uppstillingu. Þannig að það mjög áhugavert í bókinni hans Ferran Soriano, þar sem hann segir frá því að hann og Frank Rijkaard að kljást þig. Það að segja Ferran Soriano og kemur hugmynd af Diego Forlan, en Frank Rijkaard harður á þér og svo eru bara allir innan Barcelona sammála. Frank Rijkaard var að vinna meistaradeildina henni í maí, hann ræður og þá bara ok. Vissur á þessum núningi hérna? Já, ég vissi að þessu, ég endaði nú að fara í mat heim til Ferran Soriano þegar ég kom og áttum bara í fínasta sambandi sko, þetta hafði ekkert með það að gera, þetta er verið að velta fyrir sér, við ætlum bara að taka einn leikmann inn í þessa stöðu, hver á það að vera og það er erfitt að fara á móti þjálfara sem hefur unni meistaradeildina og ef við kannski förum aðeins út fyrir það, þú veist, ef við prófaðu sem stjórnarmaður að fara á móti Mourinho og segja nei, við tökum þennan en ekki þennan hann verður farið innan mánaðar. Já, ég held að það var gesti á Manchester United, það var hann fór í fílum ekki bara þar. Já. Kannski á Chelsea líka. Það endar alltaf í smá hita þar, en þetta eru allavega leikirnir og svo er þetta, þannig að svona eru leikirnir í þessu öllu saman. Nafli, ég ætla að fá þig til að tippa á þetta fyrir mig með Epic. Við erum búin að komast að því að það eru nokkur svona bilaðir favorites sem að koma okkur á óvart. Heldur betur, IBFK á úrslitaleikunum forsetabikkarinn, þetta er með Epic. IBFK 2-1 IBF. Já. Takk. FH Fram 3-3 í Afturhaldík 1-2 Afturhaldík. Já, Vestri KR 3-2 Vestri. Víkingur Valur 3-0 Víkingur. Já, og svo er úrslitaleikurinn Evrópusæti Stjarnan Breiðablik klukkan 2 á sunnudag. Já, þarna var ég búin að segja að Blikarnir sé að fara að taka hennar leik. Þeir taka hann þá 1-2. Breiðablik sigur 2-1 og þetta hafa áhugavert að sjá þetta, það þýðir það að Breiðablik fara þá ekki í Evrópu. Já, það er fyrst Stjarnan í Evrópu. Þannig að þeim nægir að tapa með einu. Þetta verður skemmtilegt, það verður gaman að fylgjast með þessu og þetta er allt saman á sín. Ég verður með Dockzone yfir þessu öllu saman klukkan 2 á morgun, endur að fylgjast með því. En við ætlum að fara yfir í enska boltan með Volt. Já, Dóttarfútból 1 heima, þannig að Volt hefur séð eldhúsið í þessari viku og þakka þeim kærlega fyrir. Já, enski boltinn, Eiður Smári var að horfa á Chelsea í vikunni og sko, þú varst á Stamford Bridge að vinna fyrir TNT sjónvarpsstöðina. Hversu góðu getur þessi STV orðið? Ég bara alla leið. Já, er það að minna bara alla leið? Nei, ég hugsa svo erfitt, það er svo fljótt að við erum svo fljótt farin að tala bara næsti Messi, allir næsti Messi leið og eru með góðan vinstri fót og getur tekið einn á sko. En gæðin og svona, maður sér bara þessa leikliði og hann er svona einn af þessum fái sem fær allt fólki í stúkunni bara leið og hann fær boltan bara, heyrðu, nú erum við að fara að sjá eitthvað. Hann er allavega með einhvern X-faktor. Hann er bara 18 ára. Gefum þetta einhverjum smá tíma. En þetta er mjög lofandi. Já, mjög. Og ekki bara hann, það er bara 80% af liðinu sem var inn á
í meistaradeildina á móti Ajax er bara mjög lofandi, það er allir í kringum 20. Já. Hverju varu miðverðir hjá þér í hérna Chelsea-liðinu ef þú væri að stýra? Ég myndi sennilega passa á 75% daginn. Já. Mér tók sér ekki nógu góður Colville meiddur. Ég myndi spila Hato í Hafsend. Já. Hann spilaði vinstri bakvör í vikunni, prófa hann bara í Hafsend. Hann er ekki búinn að fá nógu mikið séns. Og þetta er rauninni eina vandræða staðan, myndi ég segja. Þessi Atsempong hefur komið svolítið skemmtilega inn? Já, Atsempong, hann er ekki alveg svona Hafsend. En þarna er einn leikmaður til framtíðar. Ég held að munum sjá hann mikið seinni partíðanbils. Eða mikið meira. Já, það er mjög lofandi leikmaður, engin spurning. Þetta var auðvelt fyrir Chelsea í vikunni. Chelsea er að mæta Sunderland núna sem er kannski svolítið spútningliðið í deildinni í ár. Er ekki fyrir þig sem traditionalista og svona Premier League kringum aldamótin eður gott að fá Sunderland þarna upp? Jú, í deildina? Jú, ég er mjög gaman að það er sérstaklega því að þá fáum við líka auka svona local derby Newcastle Sunderland sem er bara eitt stærsti leikurinn í deildinni sko. Frekar en þú veist, með fullri virðingu við erum búin að sjá Sheffield United og við vorum nú með Luton hérna fyrir nokkrum árum auðvitað vill maður hafa Sunderland hafið þið hort á Sunderland til að dag? Já. Það sjálfsögur hafið gert það er svona viljum við hafa Sunderland heldur betur. Sko, þegar þú ert á toppi hérna ferilsins og ég meina skipti það þig máli þegar þú varst að fara frá Bolton og allir klúbbarnir í Englandi voru á eftir þessi bestu klúbbar, skipti London þig máli, þú veist, skipti það því að maður heyrir oft svona hluti eitthvað bara, herru, ég vil fara til hérna, ekki á þeim tíma ég held kannski að maður er eldri það er líðandi að vera í Manchester sko. Það er rigning 300 plus daga á ári Fegst ekki rigningu líka í London í ár? Jú, núna? Það var grenjandi rigning. Það sé þér frábæra fréttir. Hvað er með það? Æsland er að fara að fljúga ekki nýtt terminal á Manchester-flugvöllunum. Þannig að þú farið aldrei aftur að fara á terminal 1 í Manchester. Nei, það enda með því að maður flýtur hanga bara. Þú að terminal 1, það er einn áhugaverður staður. Ég verð bara þar. Já, þú verður það. Það í kjallaranum. Hver var það? Tom Hanks í terminal? Já. Það er eitt stykki terminal. En þeir eru allan að færa sig þaðan Chelsea-lið, já, í miklu stuði. Í gær var spilaðu þetta í Evrópukeppnunum og þar voru ensku liðin að spila og þú veist, þó að ég viti að af sögu Nottingham Forest þá er eitthvað hálfstekt samt að segja Nottingham Forest 2 Porto 0. Maður er einhvern veginn alveg upp Nottingham Forest ekki verið að spila við Porto en það var bara þægilegu 2-0 sigur og flottur sigur hjá Sean Dyche. En það var óvænt að Crystal Palace töpuðu sínuleik þeir voru að spila við eitthvað lið frá Kýpur var ekki og svo töpuðu Aston Villa fyrir Go Ahead Eagles aðeins að Íslendingunum í Evrópudeildinni þá var þetta Freysi með 3-0 sigur það er að segja Brann og þetta Eggert með honum Eggert Aron 3-0 sigur á Rangers. Það er bara geggjað og líka þetta er hvað annar sigurinn í 3 leikjum hjá honum í þessari Evrópukeppni komið 6 stig í þessari Evrópudeild og hann er bara að gera drullu gott mót þarna og ég held að elska hann allir þarna strax og frækt að freysa sigur þarna. Sko, hvað er í gangi hjá Glasgow Rangers? 1 sigur á tímabilinu. Þetta er rosalega. Varst aldrei nált í að fara til Rangers eða Celtic? Nei. Maður hafði alltaf svona tilfinningunni sko leið og þinn tími í Premier League búinn að þá kannski kemur við hjá Rangers eða Celtic svona þú veist þokkalegt nafn en spældi því samt sko 90s að þá voru eins og Ray Wilkins og Haley og þetta er bara ekki að sama Chris sko. Woods sem var Englands number 1 Terry Butcher og allir Rangers og Paul Gascoigne sko þetta er það bílað sko í Glasgow að ég man fyrir 20 og eitthvað árum að þá, ég man ekki hvað ég var að gera en ég tek leigubíl og ég er bara í blárri skyrtu og leigubílstjóri segi, þú ert Rangers að dándi greinilega þú ert annarkort í blái eða hvít og grænur það er alveg ástríða þarna fyrir fótboltana gengur alveg óbúðslega illa hjá Rangersmönnum en frábær sigur fyrir Freysa
Elias Ólafsson hélt hreinu þegar að Midtjylland fór á útivöllun Maccabi Tel Aviv, ég sá Philip Billing sem að liðið fekk frá Napoli í raun og veru, skoraði þar Albert Guðmundsson skoraði mjög gott mark fyrir Fiorentina sem að lögðu Rapid Vín 3-0 velli, tók svona skaut í skotinu eins og hann skaut í skrefinu. Logi Tómasson með fínanleik þegar Samsung-spor unnu Dínamo Kiev 3-0. Varst þú með Loga hjá FH? Eða var það, nei, hann hefur verið aðeins Logi var í Hákur. Já, hann var á láni frá Víking. Sástu eitthvað? Já, maður sá það sko. Hann var aðeins hrár, eða svona í leikskilning en yndislegu drengur og mikill hraði og það þurfti aldrei að beða hann að hlaupa meira á æfingu sko. Og ef það voru hlaup eða eitthvað þá var hann alltaf fremstur þannig að hann hafði þessa ofbáslega hlaupagetu og við svona fundum ekki, við vorum með varnarlínan tiltölulega setta þegar allir voru klárir en við prófum ofta að setja hann bara út að hraða og koma inn á vinstri og við prófum ofta að setja hann á hægri kant og það virkaði bara ágætlega inn á milli. Fýtt fótur. Já, geggjaður fótur. Þannig að gaman að fylgjast með Loga Tómasinni. Svo það Hákon Haraldsson kom, hann fyrirliðið þarna og þeir ætluðu að taka þetta með vinstri. Hákon Haraldsson og félagar en þeir töpuðu fyrir PÁK 3-4 og svo þinn maður, Sverrir Ingi, hann að fá nýjan þjálfara. Já, Rafa Benítez. Rafa Benítez. Já, Rafa Benítez. Það er skemmtilegt hvernig þeirra samstarf mun verða. Já, Sverrir Ingi og Rafa Benítez, það er dálítið skemmtilegt og hann lítið á að vera fyrst íslíku til að spila fyrir Rafa Benítez því að Gylfi spilaði ekki auðvitað fyrir hann hjá Everton, þannig að ég man ekki eftir íslíki sem var hjá honum Gísli Gotti auðvitað tapaði með leggpósnan fyrir Lincoln Red. Er þetta ekki rosalega skrítin úrslit? Hefur eitthvað lið einhver tíman tapað móti einhverju liði frá Gíbraltar? Er þetta ekki Gíbraltar? Þetta er Já, þetta er Gíbraltar. Þetta er hryllilega. Þetta á ekki að vera hægt. Herðu, sko, ég horfði á Hafið komið ángað? Nei. Þetta er bara eitt fjall og allt morandi í öpum. Já, ok. Þetta er bara stór fyrirlegt dæmi. Þú lappar götuna upp fjallið eða eitthvað og það bara apar hoppandi á öxlina þér út allt. Þetta er svona, hefur þú komið til San Marino? Nei. Það er bara, það er ekki neitt. Þú er bara mættur alltaf, herði, ég er í San Marino. Já, þetta er San Marino, það er 39.000 manns og í Poznan völlurinn dekkur 42.000 og Poznan er alveg lið sko. Ég veit ekki alveg hvernig þetta gerðist. Höldum okkur áfram við enska boltan því að Liverpool þeir mæta Brentford á laugardagskvöldið, svo skemmtilegur leiktími klukkan 8 þar að segja á enskum tíma í Lundunum, Brentford Liverpool. Mo Salah mjög ósáttu við að vera ekki í liðinu í meistaradeildinni. Gæti Arne Slott, gæti hann stilt bara upp liði án þess að vera með Mo Salah? Ég er nú ekki svo viss um það. Ég held að kemur hann ekki bara aftur inn í liði núna. Ég getur nú ekki verið hans að fara að bekkja hann 2 leiki í röð. Þannig að ég hef nú ekki trú á því og á kostnað hver þá komin virts eða hvað er alltaf að gera. En ég til enga líkur á því. Salah byrjar alltaf þennan leik. Hvað heldur Eiður? Nú sko var Ísak fekk eitthvað aðeins í náran sem geti þýtt að hann svona vissin bara neyðist til þess að kalli hann eða hvað? Ég neyðist. Þetta er eitt leikur sem hann er á bekknum og það er allt vitlaust. Náttúrulega ekki búin að geta neitt undanfarin ár. Jú, maður hefði haldið að hann koma aftur inn, maður veit ekkert hvort að hafi verið einhver orðaskipti og maður lesi einhverja fréttir að Salah sé búin að eyða öllu Liverpool tengdu á samfélagsmiðlum og allt þetta bull sem maður veit bara ekkert leikur hverju maður á að trúa sko. Þannig að, en ég býst fastlega við því að leiðilegt fyrir Ísak ef hann er að meiðast því að það sýnir líka hvað það er mikilvægt að vera bara með á undirbúinstíðinbyrnu. Arne Slott sagði reynda sko að Frimpong verður frá en hins vegar sagði hann að hann var í touch and go eins og þeir segja oft í Bretlandi hann reynda sagði ekki touch and go en svona breskur þjálfari hefði sagt touch and go mannslættur í Eiður svona þegar þú komast fyrst í Prem að þá voru alltaf lið sko að hvíla fyrir meistaradeildina mannstjónu að þetta hvíldi oft bara Roy Keane og Paul Scholes og Ryan Giggs fyrir leikina í miðri viku núna eins og Liverpool geta bara hvílt þegar það er útileikur í Þýskalandi hvílum Salah þetta er snúist við. Já, hvíli fyrir deildina. Já, hvíli bara fyrir deildina því að hún er meira krefandi. Ég heldur líka með við hvernig meistaradeildina er sett upp núna
að þú ert ekki sko, sigurinn ekki lengur svo mikilvægur eins og var þegar að hérna bara 4 liða hérna riðlar, 2 lið, þú þurftir að ná fyrsta eða öðru sætinu. Já. Þannig að þú kemst alveg upp núna með það að gera jafntefli eða tapa einum leik að þú ert alltaf frá komast í 16 úrslit. Þetta var á miklu, ég myndi segja miklu meira undir þetta fyrir í gamla formatinu. Varst að fíla það þegar það voru 2 riðlakeppnir? Var það fyrirkomulega sem hentaði þér vel? Manstu að þið fóru í 2 riðlakeppnir í meistaradeild Evrópu, fórst upp úr riðli, fórst svo inn í annan riðil, áður hann kom síðan á útsláttar keppni. Gamli góði milliriðlin sem að þeir fóru í. Það eru fleiri leikir, Manchester United tekur á móti Brighton, eitthvað sem getur stöðvað rauðu djöflana. Nei, það tel ég ólíklegt með að við hvernig þessi sigur þeirra var á Anfield og hvernig þeir stýrðu leiknum með varnarleik þar. Já. Og ég hugsa að þetta veri bara framhald af því einhvern veginn og United mun klára hennar leik. Já, þetta verður heldur betur áhvert. Eiður Mateus Cunha, takt okkur aðeins í gegnum hennan leikmann. Já, bara sá að sterkur maður. Það er góður, sterkur og bolta maður. Líka sko hversu oft var búið að koma úr jafnvægi, átt að fá brot, fekk ekki brot, náði samt einhvern veginn eins og kónguló að draga boltan með sér, að halda mennu frá sér og koma á liðsfélagann. Það eina sem okkur vantar þú veist, bara byrjaði að skora. Já. Þá ert þú bara að fara á hæsta level sko. Þú veist, hann náttúrulega á hæsta leveli en þá ert að vera með betri mönnum á hæsta leveli. Já, hann ansi skemmtilegu leikmaður þarna. Svo hann náttúrulega bara eins og landið þinn, hann Lammens í markinu að standa sig vel. Þegar þú ert alast upp, þá voru belgar kongatir í markinu. Paff og Prudhomme. Prudhomme þjálfaði mig hjá Klúbb Brugge. Hvernig að láta markmann þjálfa sig? Ef ég set lista af 4 bestu, 3 til 4 bestu, þá var hann einn af þeim, bestu þjálfurum. Hann var ekkit ósvipaður og Guardiola og Mourinho í taktík. Zinedine Zidane fór til Brugge að læra af Prudhomme. Sem dálítið merkilegt. Já. Það einn besti leikmaður heims fyrir að hitta þjálfara hvernig að stilla blíðinu. Nei, markmann segir. Já, var það, sko, þú þekkir alltaf Zidane. Já. Hann skýrði son sinn Enzo. Var það eftir Enzo Fernandes hérna í Uruguay eða var það eftir Enzo Sifo? Enzo Sifo. Er það? Nei, ég veit ekki. ég man ekki hvort það var, en hann skýrir bandið hérna Enzo eftir öðrum hvort þeirra. Enzo Francescoli. Já, hann var leikmaður. En þú veist, hann leikmaður, maður sá hann aldrei, það var svona mikið talað um hann. Þú veist hvað það var í gamla dag? Hann var leikmaður Hjörvar. Já, ég veit það, maður sá þetta aldrei. Geggjaðan vinstri fót og skora, YouTube-aðan. Já, ég veit það, maður beið alltaf eftir HM og bara, svo fór allir leikið úr og alltaf 0-0. Já, en þú veist, þá var hann svolítið eins og Eiður Smári með íslenska landsliði, sko, þú veist, í byrjun. Já. Nei, ég get ekki sagt það var strókut út. Nú líður mér illa. Þetta betur, já, það er ekki í góðu lagi. Þú mættur hérna til þess að láta það líða illa. Það er nú heila atriðis. Arsenal sem eru 7. heitur þess að myndu taka á móti Crystal Palace sem aðeins eru að fattast flugið að undanförnu. Það er hvergi veikan blett að finna á Arsenal. Nei, betur ekki, og bara hvernig liðið búið að vera undanfarna leiki, búið að vera að spila vel og eru bara þéttið tilbaka og sterkir í fyrstu leikatriðum. Hvernig ætlar að vinna Arsenal, Eiður? Hvernig spila maður það? Við munum sjá það í þessum leik, hvernig? Crystal Palace útvelli. Palace eru að fara að vinna þetta. Já, ég veit bara ekki hvernig þú ætlar að gera það því að þú nærði ekkert skoti á þetta Arsenal-liðið í dag. Nei, sjáum til. Þetta var áhugavert að fylgjast með þessi leikur að sjálfsögða á sunnudaginn kl. 1, þar fullt að leikjum þá og svo það, það er þarna Everton Tottenham, ég meina Jack Grealish að blómstra hjá Everton. Sko, þegar sé Jack Grealish blómstra hjá Everton, þá er þetta svona leikmaður sem er slítan út úr einhverju systemi. Skemmtilegasti Good Johnson sem ég hef séð spila er Bolton Good Johnson. Hann bara tók boltan, það sem hann datt í hug var ekkit verið að, þú bara sólaði 4, svo reyndi hann að sóla 15 kannski og klikkaði, svo náði hann bara aftur í boltan, sólaði 3, þú veist, svo ferðu til, þú veist, Ranieri og Mourinho og svona ferði í eitthvað system. Það var nú eins og við köllum Championship í dag hjá Bolton, sko, það var ekki alveg Premier League. Nei.
En það var bara þannig, þú fórst bara það sem langaði að fara, tókst boltan og sólaði 3 eða hvernig sem það var sko. Já, og kannski var komin í bara stórt hlutverk og svona sjálfströstið eftir því svona í hæstu hæðum og svo þarf maður bara að aðlagast liðinu frekar en að þykjast vera einhver kongur þegar maður mæti til Chelsea sko. Ég ekkert vissum að það ekki með það, hjá boltan, þá tók ég bara boltan og fór bara með allar leið það er á margan hátt sem skemmtilegasti Good Johnson en ég held að fótboltinn sé að þróast þannig þetta er orðið svo sko, þetta er orðið svo mikið tafl þetta er orðið svona mikla fæslur og hvernig á að spila út frá markmanni og hvernig á að gera þetta og þegar þessi fær boltan þá viljum við fá þessar hreyfingar og næstu hreyfingu svo sjáum við leikmenn eins og Grealish og leikmenn sem okkur finnst skemmtilegast að horfa á Cole Palmer til dæmis eða þú veist, sem eru bara með frjálsák gerir bara það sem er dettur til hugar án þess að spá mikið í hvað þjálfarinn segir en svo getur hann alltaf að lenda í vandræðum ef að þjálfarinn segir sko, ef að þú gerir þetta ekki eins og ég beði þá ertu búin að setja sjálfa undir miklu meira press og þú verður annarkvort að leggja upp verður að skora út frá því eitthvað sem að þú ert að taka upp á ekki eins og þjálfarinn vildi sjá þetta er svona væntanlega verið dálítið mikið rammaðra hjá Chelsea þetta er svona miklu rammaðra núna heldur nokkuð tíman þú veist fyrir bara 10 árum sko að það er allir innan einhvers konar ramma hvernig á að spila út og vörð hvernig á að gera hlutina og skemmtilegustu leikmenn fram á við að horfa á er eitthvað sem að gera eitthvað óvænt sem kemur svona upp úr þurru eða taka menn á og opna eitthvað ekki eitthvað sem kemur út bara frá næsta tabli sko. Nei, við erum að sjá núna endurkomu langra innkasta sem að við svona íslenski fótboltamenn og stókaðaðandur við gjössanlega elskum við ætlum að fara í vinnera og lúsera vikunar. Það eru alls konar vinnerar í þessu öllu saman og klár vinner er ungi strákurinn, hann Viktor Bjarki Daðason svona Daða Hafþórsson skoraði fyrir FCK á móti Dortmund. Það er eitthvað. Þú kemur nú svolítið úr handboltanum, Nafli. Já. Ég hef heyrt að því handboltaleikir hjá strák í yngri lokum voru kannski að fara 30-28 og hann skoraði kannski 21 mark. Já, þetta er bara natural íþróttamaður. Já. Góður í öllum íþróttum. Heldur betur. Hann er, hvað er hann gamall? 17 ekki? Hann er ekki 2007 búinil. Já. Er það ekki rétt? Já, það er bara Lamine Yamal og Ansu Fati sem hafa yngri sem hafa skorað. Hefur síðan, Eður? Ég hef síðan, já, þegar hann var í Íslandi. Ég hef ekki síðan. Nei. Eftir hann fer þangað, en minna því lítið augnablík hann er fæddur 2008 því lítið augnablík fyrir drengin hvað er hann hár? 1,96 það er 1,93 segir Transfermarkt hvað segir passin? Það er bara heila má þetta er ótrúlega skemmtilegt annar vinnir í þessu öllu saman er Freyr Alessandursson Freyr sögðu þetta þjálfaðist miðjustrókiðinn og hjá Lyngby eða ekki? Já, þannig að þú þekkir eitthvað aðeins til Hans Messi var að skrifa undir nýjan samning og við verðum að setja hann sem vinner fyrir það að hafa náð sér í nýjan samning hann náði að kreist út framlengingu hann náði að kreist út framlengingu á samningnum og ég held að þessi áframhalda samningi þýði það að við fáum Messi að sjálfsögðu á HM þó hann hafi svona eitthvað verið að gæla við að mæta ekki þá er hann að sjálfsögðu Ólafur Ingi Skúlason fyrir að koma þessu öllu saman í gang hjá Blikurum aftur og hann er að sjálfsögðu einna vinnerum vikunar við erum ofið ákvæður Má ég kom með 2 tilnefningar sem vinnera? Já Það er svolítið Wayne Mark Rooney, fertur í dag Já, Rooney Já, það er vinnur Já og síðan eru sjálfsögðu bara konur fyrir daginn Já, og hvarar Sigurverar Heldur betur, það er algjörlega frábært, takk fyrir þetta innlegg það var bara mikið Wayne Rooney á afmæli í dag Já, fertur, Wayne the Pain Varst þetta þegar hann kom inn á eitthvað bara með Everton, bara eitthvað 16 ára Þetta mannmaður eftir því Já Það er ekki þannig hæg Það var mjög, fyndið þegar við spilum við á Old Trafford einu sinni þá við erum búin að vinna deildina Já förum á Old Trafford og við stöndum svona hlið við hlið á miðpunktinum þegar leikurinn er að byrja og við vorum nýbúin að tapa móti Liverpool í meistaradeild dotnir út, í undanúrslitum við svona heilsumst og hann segja hvernig óskupum gátt þið tapa fyrir þessu
og svo megi þeir bara fylla í eyðuna. Já, það er Wayne Rooney náttúrulega, þú veist, þegar maður sendir og það er kannski allir í klefanum að tala um eitthvað leikmann í hinu liðinu, ég veit svo mikið hvernig það gerist í professional fótbolta, þú veist, það er sendir í hinu liðinu, verður maður afbrýðisamur, allir við verðum að fá hann í Chelsea, þá veist þú bara, ég nú henni. Já, ég meinar, ef við værum að reyna að fá hann. Já, það getur alveg verið. Ég var aldrei, þá bara að spila með mér. Spilar bara með mér. En svona markmannsbransin þannig, sko. Já, markmenn hafa miklar áhyggjur af eitthvað sem vera dásama einhvern markmann annar stað. Þetta er líka svolítið með tónlistamenn. Þú mátt ekki dásama einhverju annari hljómsveit og mikið, sko. Sko, þegar þú hrósar einhverju markmanni við annar markmann, þá segir hann alltaf, já, hann er fínn, en þú sé hann í fyrirgjöfum. Hefur séð. En fótavinna. Hefur séð, já, síðan löpunum, já, ok, en ekki mál, fínn í marki. Við slum fara í nei eða já með Æsir og ég skal segja ykkur það að það eru oft mikið spurningum. Vá! Það er við ætlum að kíkja á þetta spurningar fyrir Eiður Smára Guðjónsson og svo er það sjálfsögðu líka fyrir Naflan. Það held ég. Já, grínararnir eru líka þarna. Naflin kallar fermingabróðin stundum naflastrengin. Nei, en ég ætla að fara að taka upp á því. Þetta er bara, ég þakka fyrir þessu ábendingu. Þetta eru miklu grínar. Eiður, hefðu þú íhugað Figo-múfið ef þú hefur haft ekki verið til þess? Já. Er þetta ekki já en nei? Þetta er útskýrt eitthvað frekar? Nei. Nú, sko, hefur þú náð jafn langt og Eiður í boltanum ef þú hefur ekki verið svo mikið fyrir Túborgin, Nafli? Ég hef nú tíðkast að tala sjálf á mig upp en ég verð að segja nei, þetta skilti. Hvor er betri varamarkur, Hilario eða Pinto? Hvað myndir við að vilja á bekkinni á þér? Pinto allan daginn. Þetta var svona félagi allra, hann var bara sáttur við að vera varamarkmaður, hann peppaði aðalmarkmannin alltaf og svona pínu rappar í honum, gaf út sína eigin rapplutur, mætti alltaf ykkur svona funk í fötum og svo var þetta bara, hann var svona vinur allra. Já, var ekki mikill vinur Messi? Jú. Já, það er sniðugt að verða vinur hans. Enda var að varamarkmaður ábúklega 4 árum og of lengi. Bara af því og ekki af því að hann átti að vera aðalmarkmaður, hann átti bara ekkert lengur að vera að það. Já, ekki. Það eru lögin Jói Útterím, Ómar Ragnarssoni og Eiður Smári Guðjónsson með hljómsveitinni Ég bestu knattspyrnulög þjóðarinnar spyr Pétur Magnússon. Ég veit hvað maður þetta er. Já, klárlega. Má ég sjá sko, hér eru mikið spurningum. Já, veistu, við komin á þessa spurningu á hljómsveitin Ég. Það eru minningatónleikar í lok október, þar sem að Róbert Hjálmsson lét lífið, söngvari hljómsveitarinnar. Og það er alltaf góði menn að tróða upp og syngja lög eftir hljómsveitinni, eða með hljómsveitinni Ég, meðal annars Sveppi og fleiri. Ég hvet fólk til að kíkja á það. Ég minnir að sé 31. ótt. Já. Þetta er í fyrsta sinn sem ég hef actually notað tækifæri. Mér leið bara eins og auðvitað blöð. Já, þetta er fallegt. Takk fyrir þetta. Já, heldur betur. Þarna fannstu þinn innri Auðun Blöndal. Það er eitthvað sem spyr, voru vonbrigði að spila fyrir þinn uppáhaldsklúbb sem barn Tottenham? Nei. Þú mátt bara svara sig. Já, nei, ég skil ekki spurninguna. Það er hversu mikil vonbrigði? Já, það er aldrei vonbrigði. Má sjá, fara aðeins niður strákum mínir, hérna, Nafli, yrðu þú lágvaxnasti leikmaður Barcelona sem að spilaði með? Er ekki best að Eiður svarið því? Var eitthvað minni? Var eitthvað minni en ég í Barcelona? Hvað ertu það? 1,65 10 cm minni en Joe Cole sem var með þér í vikunni. Já, jú, ég hugsaði að þú væri minnstur. Bara á nokkrum sentimetrum. Svona 4-5 sentimetrum. Ef ég haldi. Þú veit, Saviola var ekkert mikið stærri, sko. Nei, það er bara svoleiðis Eiður spliffdong eða gengja. Heyrðu ekki eitthvað fólksbræðra dæmi? Jú. Var verið að senda spóluna til þín til Breiðlands? Já, ég horfði á þetta allt. Þannig er ekki hægt að velja á milli. Þetta er bara Xavi Iniesta. Já, það er bara þannig
og svo hvert hefur það er mækið sem að spyrja sko, hvaða aðra optiona hafður annað en Monaco þegar þú fórst úr Barcelona? Manstu það? Eða varstu alltaf sko, þið farið mjög sko, ég man bara eftir tilfinningunni og tilfinningin var svo að mér fannst ég vera svolítið búinn með Premier League og það væri erfitt að fara aftur. Já. Ég veit að Tottenham var svona inn í myndinni á þeim tíma en þeir vantaði að losa leikmenn. Þeir gátu ekki keypt mig. Þannig að svo fannst mér svona út á við, prófa eitthvað nýtt. Monaco, það var eitthvað búningurinn, vildi fá tilfinningu hvað þýtti að vera í þeim búning. Svo var þetta bara eiginlega algjör vonbrigði, talandi vonbrigði, það var engin vonbrigði að spila fyrir Tottenham, en Monaco var rosalegt og það var rosalega erfitt. Ég var bara, mér leið ekki vel þarna. Alveg sama allt í kring og það var fallet viður og voða flotti bátar og fallet fólk og allt bara, en fótbolti var bara glataður og ég fór þangað til að spila fótbolta, ekki til að njóta lífsins sko. Já, það er oft þetta, maður heyrir oft svona fólk segja sko, eða maður talar um eitthvað fótboltamaður sé ósáttur einhverstaðar, þá er alltaf sagt sko, bara búa þarna eða séum að kíkja á heimabankan eða eitthvað slíkt. Ég hef aldrei hitt hamingjusögum fótboltamaður sem ekki spila vel. Nei, og bara ekki spila vel og ekki líða vel og svona bara, já. Þannig að það er bara svoleiðis, þannig að við endum þetta eins og alla föstudagstætti á að fara í El Grande. Það held ég El Grande með kemi.is. Ég veit að Hemmi hann er farin til Flórida og verður að vinna þaðan, þannig að það vonandi hann hendi ykkur tilbúð á meðan hann er á Flórida. Við spilum El Grande og slútum þessu í dag. Það er nafnlinn á móti Eiðismára. El Clásico er kannski stærsta viðureign í heiminum í fótbolta og að sjálfsögðu eru þetta spænsk lið, en þetta er hins vegar lið sem hafa svolítið verið bara, ég voru að segja Suður-Ameríkumennir hafa oft verið bestir og nafnir, ég ætla að leyfa þér að byrja af því að þú ert aðeins yngri aðeins yngri hvað Suður-Ameríkumenn sem hafa spilað fyrir Barcelona og Real Madrid, gjörðu svo vel nafnir. Sem hafa spilað fyrir bæði liði? Nei, sem hafa spilað bara fyrir annarkvort liðið. Já, Neymar og bara Eiður svarar þá bara. Já, Saviola, víst að ég sagði það. Hann spilaði fyrir bæði. Já, reyndar. Já. Það séu fyrir við Luis Suárez. Já. Rivaldo, já. Það var góður leikmaður. Það er alltaf lítið talað um hann. Það var frábær. Dani Alves. Það var haldið okkur Brasilíu megin. Einn Madridar. Já. Julio Baptista, bóksarinn. Svona vaksinn eins og svona alvöru tutti. Gjör svo vel nafni. Marcelo, að sjálfsögðu Brasilíu maðurinn geðu í. Ég var að reyna að skiptast á þannig að Madrid, Barcelona, það gætur í löng keppni. Já, ég bara kontum með það. Það er bara Ronaldinho. Já, þú ert svona full afslappaður því að ég vil eitthvað svona fara með að klikka fljóðlega, gjör svo vel. Já, þá förum við í Casemiro. Ég hef ekki vanið svona leveli, gjör svo vel. Fernando Redondo. Talinn einn af bestu miðjumönnum. Já, oft meiddur. Ekki leikmenn sem alltaf meiddir, ég nefnir þeim ekki. Gjör svo vel. Lionel Messi. Já, það má. Silvinho. Ég held ég væri með erfitt topic. Hvað er í gangi hérna? Tempo. Ok, menn eru farin að stamma. Ok, það er nú jákvæmt. Þá fyrir við í... Mér langar að hjálpa þér. Já. Veistu hver upp á fótboltamaður minn allra tíma? Maradona. Já. Vinicius. Herri, við náum ekki eins og komunum í vesen. Nei. Við náum ekki eins og komunum í vesen. Við verðum að gera það. Djöfullin. Já. Elsku nafli. Er það ekki bara? Er það ekki? Ég hefði höfum að bara ekki til. Ronaldo, Riquelme, það var alls konar sko. Þetta er nefnilega sko,
Eiður verðist vera afslappaðar en flestir því að alls konar menn bara blokkast í þessum þátt. Við lentum í því að maður labbaði hérna út ósáttur, hann hafði rugglast og held að Búlgaría hefði verið partur af Sovétríkjunum og hann var reiður í svona 10 mínútur korter. Var það ekki lengur? Var búið síðan fljótt því að eðlilega kannski krakkar sem að fættust eftir að Rússland, en Sovétríkin hætti að vera til, þau geta alveg rugglast og það var í góðu lagi. En Dóttar fútból þakka fyrir sig, ég minna það að ég verið á Sway á sunnudagskvöldi, ætla að vera þar með létt quiz. Þetta í anda quiz up, en þetta svona live dæmi, það sem að AI getur ekki hjálpaðir og það keppt alvöru peninga. Naflinn, það meira áttur að fá þig. Já, takk fyrir að fá mig, gaman að koma. Meira áttur að fá þig og svo var það þetta Eiður Smári Guðjónsson sem var að koma beint af Stamford Bridge hingað til Dóttar fútból. Hvað leikklakkar mest til að horfa á helgina, Eiður? Klassíkó? Stjarnan Breiðablik, já. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Nei, Keep it close to home. Keep it close to home að sjálfsögðu. Já, við erum að kveðja íslenska fótboltann áður en að hann fer í frí, langt frí. Við höldum áfram lifandi þessari hugmynd okkar að spila fyrstu umferð á næstu ári á Tenerife, sem gæti verið stórkostlegt dæmi, en allt og dýrt. En við lefum okkur að dreyma. Dóttar fútból þakka fyrir sig, verið sæl.